Ja, góðan daginn og verið velkomin. Ég hef svona nokkur sinnum haldið fyrirlestra á UTM áður en það hefur alltaf verið það sem ég á að kunna sem lögfræði. Nú ætla ég eiginlega ekki að tala ykkur mikið lögfræði þannig að ég vona að þetta fari vel. Ég fyrirgefi ef ég mér rekur í varirnar. Fyrir 6 árum að þá hélt ég einmitt eitt svona fyrirlestur og hann var þá nýjar reglur Evrópusambandsins persónuvernd sem að þá varu gefnar í draugum. Og það var svona í sal svipið eins og þessum, maður á Grand Hoteli, nema það voru svona 1/10 af því sem af fólkinu sem hér í salnum sem voru þar og megnaði geispandi og ekki hafandi mikinn áhuga á því sem var á seyði. Og þessar reglur voru loksins svo settar árið 2016 og taka gildi núna í vor hér á Íslandi og annars staðar á Evrópska og væntanlega hafa flestir heyrt af því. Og í þessum fyrirlestri þá brá ég meðal annars þessari glæru og ástæðan fyrir þessari tengingu að það sem þarna kemur fram að ástæðan fyrir þessu regluverki meðal annars að tæknibreytingar á borði samfélagsmiðla og skýjaþjónustur að þau kalli á skýrari reglur það hvernig eigi að tryggja persónuvernd fólks og þjónustur sem að byggja á þessum tækninýjungum að það fela í sér að það annars vegar unnið með miklu meira magn af persónuupplýsingum, það miklu meira af gögnum undir og að hins vegar að þessi gögn og stjórnun á þeim að þau eru færð fjær notendanum. Það svona eðli þessara hvort sem það skýjaþjónustur eða önnur þjónusta að hinn eiginlega svona handhöfn á þessu færð í burtu frá notendanum. Og það þetta sem að áskorunin sem að höfundarnir á persónuverndarreglugerðinni voru að glíma við var hvernig var þetta að leiðrétta þetta að gefa möguleiku á að tryggja persónuvernd að friðhelgi einkalífs væri gætt í þessari miklu auknu vinnslu og hins vegar að gefa notandanum möguleiku að hafa stjórn á þessum gögnum sínum. Þannig að það alls konar tæki í þessari reglugerð sem að ég ætla kannski ekki að fara yfir hér en það lítur svona hlutum eins og réttins að gleymast og réttins að flytja eigin gögn og svona fleira og þannig að þetta svona regluverkið og þetta voru þessar áskoranir sem voru að horfa á 2012 hvernig staðan var þá fyrir 6 árum síðan mann finnst nú svolítið að því ég bráðum að vera 50 þá finnst mér 2012 hafi verið í gær en svo tala ég ungt fólk og það bara 1/4 af þeirra ævi fyrir 6 árum síðan þannig að maður verður átt að segja því það liðin svolítið tími þannig að þetta það, þetta var punktstaðan 2012 en þá kemur spurningin hvað þá ég að gera hér lögfræðingur persónuvernd á gagnaverndarlínu. Mér verið að vera að benda mér kurteislega á það fyrir utan að það önnur lína í gangi í þannasta sal sem fjallar sérstaklega persónuvernd. Ég ætti bara að fara þangað. En það búið að breytast ýmislegt á þessum 6 árum og það í fyrsta lagi að magnið af gögnum sem eru inn á samfélagsmiðlum sem þarna þetta annað þessu tvennu sem að verið að sérstaklega horfa til á þessum tíma. Að það hefur tvöfaldast. Notendur á til dæmis Twitter hafa farið úr 140 milljónum yfir 330 milljónir og svo Facebook svona fíllinn í herbygginu búin að fara úr 1 milljarði upp í rúmlega 2. Og hérna heim á Íslandi að þá við náttúrulega alltaf stærst og best í öllu svona miðað við höfðatölu þannig að staðan núna miðað við upplýsingar sem kom frá Gallup að við erum komið yfir 90% þá af landsmönnum sem eru á Facebook og mér finnst það vera svakalegt en svo það bara orðið svolítið normið, það kippir sig enginn upp við það bara eiginlega enginn sem með púls sem ekki á Facebook og það að vera 3 af hverjum 4 og það er kannski það sem að breyta svona milli ára, það að rjúka upp hversu mikið að fólki notar þetta daglega og menn eru bara ávallt skráðir inn, þannig að 3 af hverjum 4 eru skráðir hérna daglega. Þannig að með þessari stóru auknu notkun á samfélagsmiðlum að þá að verða mikil breyting á opinberri umræða og bara það vald sem það hefur fyrir með sér þessi sameiginlegi vettvangur okkar til að ákveða hvernig við ráðstafum okkar málum hann að færast inn á samfélagsmiðlana og það svo sem ekki neitt nýtt í því en það menn uppgöti að við erum svolítið bara froskur á pönnu sem verið að hita hægt og ráðlega undir þannig að við erum bara eldið í gegn að það þróunin, við erum alveg komið þangað að öll þjóðfélagsumræða, hún meira eða minna orðin læst inn í samfélagsmiðlum sem rekin á nokkrum fyrirtækjum sem að enginn ætlar neitt illt en verkefnið þeirra hins vegar töluvert þannig að áskorun
það ákveðin áskorun þar. Það alveg held ég óhætt að fullyrða að þessir miðlar sem eru reknir af þessum tiltölulega fáu fyrirtækjum eru algjörlega ráðandi í almennri opinberri umræðu. Þannig að ég set þetta upp af því að það var haldin útímessa ekki útímessa, haustráðstefna í fyrra af Advania í þessum sömu húsakynnum og þar mætti Alexander Nix frá Cambridge Analytica og var að lýsa þessu í mjög svona, það var mjög sobering að hlusta á hann hvað þessi áhrif eru mikil á jafnvel niðurstöður kosninga, lýðræðislegra kosninga. Notkun á samfélagsmiðlum. Nú þetta hefur annað fyrir með sér, þetta hefur náttúrulega líka fyrir með sér að það verður alls kyns svona hvað ég að segja, ólga og jafnvel byltingar sem að þetta getur haft í fyrir með sér. Þetta mynd frá Tahrir-torgi og arabíska vorið sem að má nú alveg halda fram að hefði sennilega aldrei geta orðið með þeim hætti sem það varð og jafn hastalega hratt nema fyrir tilstilan samfélagsmiðla og þess að opinber umræða færðist þangað bara í raun og einu bretti. En samhliða þessu, það fylgir náttúrulega skuggalega líka að þá eru nettröllin, það er að segja umræðan á samfélagsmiðlum og þegar verið að skoða greinar samanburð á opinber umræðu annar staðar og hingað til og svo á samfélagsmiðlum og þá er hún allt annars eðlis að mörgu leyti og þegar kemur sérstaklega að konum og minnihlutahópum og tilteknum hópum í þjóðfélaginu þá er hún mjög óvægin og hún einhvern veginn svona er hömlulausari og netnýð er í rauninni svona hlutfallslega miklu meira til staðar og áberandi á samfélagsmiðlum heldur en á öðrum miðlum þar sem að opinber umræða hefur farið fram. Þetta er allt saman svolítið, ég er að leiða þarna að áskoruninni. Það má líka segja fyrir þessi blessuð fyrirtæki að þá eru þeir svolítið í ómögulegri stöðu ef þeir gera ekkert í þessu og þá er réttilega bent á að þau ættu að drífa sig að kynna til sögunar einhver úrræði til þess að reyna að skakka leikinn en hins vegar ef það gengir á langt þá eru þau skömmuð að raska tjáningarfrelsi. Þannig að það er þunn lína fyrir þau að lifa þarna á milli. En aðal vandamáli er kannski að verandi einkafyrirtæki og í samkeppnisrekstri að þá er erfitt fyrir þau kannski að vera mjög gegnsæ þetta þangað til að fara að raska herra viðskiptahagsmunum og þau hafa mikinn hagsmuni af því að láta líta út eða svona vekja athygli á þeim hlutum sem að leiða til þess að menn telja að þetta sé ekki jafn mikið vandamál eins og það er. Þannig hver er þá áskorunin? Það er tvíþætt áskorun sem að blasir við okkur. Það er annars þetta með aukna tjáningarfrelsið og það hefur í för með sér að það eru jákvæðu hlutir með því að opna umræðinu gefa jafnvel möguleika í ríkjum þar sem við höfum búið við mikla ritskoðun að eiga opna þjóðfélagsumræðu en á móti kemur að umræðin getur verið afskaplega óvægin, sérstaklega er tiltekinna hópa. Þannig að það er annað og hins vegar er þetta til þess að leysa úr þessu þá hefur við svolítið bara eðlilega kannski skilið þetta eftir í höndunum þeim sem byggu til þessi tól það ætlast bara til þess að þau lagfæra þetta og leiðrétti en þau eru undir öðrum, það eru önnur náttúrulögmál sem að virka á þau og það er kannski ekki endilega í þeirra haga að fara með vandamál upp á yfirborðið og eiga það mjög opna umræðu hvað við ætlum að gera við því. Þannig að það blasir við þessi tvíþætta áskorun og hér eiginlega hverfur svona lögfræði hlutin að þessu og ég fer að sigla með ykkur yfir í annan heim. Það er að burt sér frá lögfræði og lögum og einhverjum tækjum sem eins og við sáum getur tekið 6 ár frá því að ég held fyrirlestur einhverja regluverk þannig að loksins tekur gildi og heiminn bara búin að breytast stórkostlega með hann bara til að setja þetta í samhengi að þau lög, þessar reglur Evrópusambandsins um persónuvernd að þær voru til eftir næstu 20 ára umræðu að uppfæra eldri löggjöf um persónuvernd. Þannig að lögin er alltaf að elta, hlaupa á eftir og geta einhvern veginn svona valla nokkuð tíma náði í strætó, hann er alltaf farinn. Og þegar þau koma á staðinn þá er hann farin eitthvað annað. En það er til fleiri hlutir heldur en bara lög og svona, löggjafarþing, reglugerðir og einhver svona miðstæðar ákvarðanataka af því tagi. Það er til alls kyns samtök sem að berjast fyrir mannréttindum á heimsvísu og mörg þeirra eru keyrð áfram af frjálsum framlögum og fjármagna sig með styrkjum og svona eru með mjög svona skipulega starfsemi sem er mjög professional, skulum við segja. Önnur eru með svona professional hluta en við hliðin á því er þeir að reka eitthvað sem að er drifið áfram af fólki. Ég hef notið þeirra forréttinda að vera núna í stjórn Amnesty hér á Íslandi, Amnesty International í 10 ár og ætla að hætti vorelda sér þetta sé orðið gott. En
á þessum tíma erum við búin að fara úr því að vera rétt liðlega 1500 manns upp í rúmlega 40.000, þannig að rúmlega 10% af allri þjóðinni tekur aktívan þátt annarkvort með SMS-um eða í netáköllun okkar eða sem skráði félagar daglega með einhverjum hætti. Þannig að þessi hópur að hann er á heimsvísu 7 milljónir manna. Nú hvað getum við gert með fólk sem hefur þennan áhuga á að gera eitthvað núna en ekki til 6 ár eða 10 ár? Hvað getur við fært í hendunar á þeim til þess að þau geti haft áhrif á það sem er raunverulega áskorun í dag? Jú, það er hægt að gera það með því að gera hluti eins og bréfamaraþon eða sem núna heitir bréf til bjargar lífi sem þið kannski þekkið sem að í miðjunni það sem við vörpuðum upp á Hallgrímskirkjuna núna jólin þegar við söfnum 100.000 undirskriftum frá Íslendingum bara til að skora á stjórnvöld víða um heim að leiðrétta mannréttindabrot. Við höfum barist gegn dauðarefsingum, gegn pyntingum, við höfum komið á alþjóðlegum vopnasölusamningi, við höfum gert alls kyns hluti í krafti þessa hóp sem þrýstir á stjórnvöldi hverju landi fyrir sig og svo framvegis, en það er hægt að gera ennþá meira. Og ég fór á mjög spennandi kynningu í fyrra sumar á alþjóðaþingi Amnesty sem var verið að fjalla þetta hérna verkefni sem heitir Amnesty Decoders. Og Amnesty Decoders að það er verkefni sem gengur út á að búa til það sem heita örverkefni, það er að segja að taka stór að því að virðist óyfirstíganlega erfið verkefni og skoða hvort það hægt sé að setja þau í litla bita og afgreiða á stórum fjölda manna og þannig lyfta grettistaki. Nú, ég ætla að nefna hérna 2 svona dæmi til að sýna ykkur að þetta virkar í alvörunni og svo ætla ég að segja ykkur aðeins frá því sem er í farvatninu. Þannig að, já, í fyrsta verkefni sem ég ætla að segja ykkur frá heitir Decode Darfur og ég ætla að byrja því bara að segja ykkur svona utan af svona þessum tölum hérna og sýna ykkur það svo. Að tölunar eru þær að það voru tæplega 30.000 manns sem tóku þátt frá næstum 150 ríkjum. Þetta eru þá félagar og þeir sem eru aktífir í samtökunum en líka bara almenningur sem rakst á þetta á netinu. Að við tókum rúmlega 1,1 milljón ljósmynda af gerðinhættamyndum og flokkuðum það. Þetta tók 9.000 klukkutíma og svæðið sem var verið að skoða voru 326.000 ferkilometrar. Þetta eru svona tölurnar sem þið hafi kannski þurfa að hafa aðeins í kollinu þegar ég sýni ykkur þetta hérna. Sko þetta er þá eitthvað heimskort og hér er Afríka og Afríka er með ríki sem áður hét Súdan og náði til Suður-Súdan og klippa það frá en þetta var stærsta ríki Afríku. Og þetta er risastórt svæði. Vandamáli er að það er verið að fremja mannréttindabrot á næstum daglegum basis í Súdan. Súdan er örfátækt ríki og þar liggja milljónir manna undir ógn af ofbeldi, af vopnuðum hópum og þeim sem eru skæruliðar og glæpamenn. En það er eins og að leita nálega í heystaki að hafa upp á hvar þetta á sér stað. Ein helsta ógnin er að þeir sem þykjast að ráða yfir stóru svæði mæta á staðinn með sem sagt vélar til þess að jafna við jörðu mannabústaði og þurrka út heilu þorpin. Og til þess að skoða þetta þá náðum við okkur í gerðunarmyndir og skoðum sérstaklega svæði Darfur sem er hér á myndinni. Darfur eru 300.000 ferkilometrar sem er stærri heldur en Noregur og þannig að það getur verið mjög flókið að finna út hvar nákvæmlega þessar nálar í heistakinum er. Þannig við tókum eins og ég sagði nægilega háa upplausn af gerðunarmyndum til þess að búta þessu niður og láta hvern sig að skoða nokkra myndir og við gáum við leiðbeiningar það hvernig hægt var að sjá hvort að að mannabústaði sem var á myndunum eða ekki, hvort það væri svæði sem við þyrftum að skoða nánar eða ekki. Og út úr þessu komu þá svona gulir blettir sem að sjást að það eru þá staðir þar sem var örugglega búið að staðfesta að væri mannabústaðir. Og ég fer alveg inn að þá sést þið sjáið í gula, þá liggur eitthvað þorp og eru hús svona upp eftir hlíðinni. Og þetta er rosalega dýrmætt þegar þið sjáið þetta í þessu samhengi að ef við ættum að fara að leita á þessu brjálæðislega stóra svæði að þá væri það mjög erfitt ef við hefðum ekki einhverja leið eins og þessa. Þannig að Decoders-projektið skilaði þessu sem var rosalega dýrmætt. En þetta sem þið sjáu það sem gulblettinir eru, þetta er bara hægri helminguna Darfur, vinstri helmingunni í þessu fjallaheraði og við áttum bara ekki nægilega mikinn tíma eða þolinmæði í það að fara að skipuleggja annað svona Decoders-projekt. Þannig að hvað gerðum við? Jú, við fórum að skoða gervigreind. Og gervigreind, hún náttúrulega er eins og þið þekkið, ég þarf ekki að fara mikið út í tæknina bakvið annað heldur en að segja ykkur að það sem er
öflugast í að búa til reiknirit sem áreiðanlegt að hafa nægilega góð þjálfunargögn og helsti vandinn og þess vegna sem ég á gagnalínunni hjá ykkur að fá mikið magn af góðum þjálfunargögnum. Þarna vorum við komið rúmlega 1 milljón af þessum ljósmyndum. Þannig að við byggum til Algrím með hjálp góðra manna og byggum svo til kerum þetta Algrím á öllu Súdan og það sem þið sjáið eru þarna þá litakóðin hérna niðri í horni áreiðanleika skorið og þið sjáið að það rosalega stór svæði sem eru núna rauð. Við rauninni allir vinstri helmingurinn á Darfur erum við núna komið með þannig að við vitum hvar þetta að skoða nánar, hvort að það hafi átt sér stað mannréttindabrot eða ekki og aðeins að því þá, seinna verkefni sem ég ætlaði rétt að segja ykkur stutt frá, það þetta decoded difference, það að segja þá fórum við af stað með annað verkefni sem við tókum bara þessa 10.000 myndir sem eftir stóðu af þessari milljón sem við byrjuðum með og skoðum eldri útgáfur af þessum sömu stöðum, hvort að hafði átt sér stað fyrir og eftir að viðkomandi svæði hefur verið þurrkað út eða að þetta var að sjá merki það að það hefði verið átök á þeim stað. Þannig að þá endanum var þetta að para það niður í staði sem við gátum ráði við. Okkar 30 manna rannsóknarteymi í Súdan gat ráði við. Hún gat ekki ráði við 1.000.000 myndir. Þaðan séu 10.000 hlutir til að skoða nánar. En þegar búið var að para þetta niður í þetta, að þá var hægt að taka þau nokkur 100 myndir sem eftir varu og ná í alvöru sönnugögn til þess að fara með fyrir alþjóðlega glæpadómstólinn og fleiri stöðum til þess að raunverulega breyta hlutum. Þannig að aftur af því sem við byrjuðum á, það að segja að tvíþætta áskorunin, hún komin á gulan bakgrunn hérna núna hjá okkur, hún áfram svo sama. Hvernig getum við gert eitthvað í þessum vanda? Jú, hér Diane Abbott, hún þingkona á breska þinginu. Við tókum okkur til í fyrra haust og byggum til svona pilot project sem gekk út að skoða öll tíst á Twitter 174 konur sem sitja á breska þinginu. Og þegar farið var að skoða þau tíst sem þarna ræðir, að þá kom í ljós að þau voru af mjög stóru hluta afskaplega, þau innihéldu alls kyns tegundir af netníði. Þegar við fórum að skoða svo aðeins nánar hvernig þetta skiptist að þá kemur í ljós að ef að þessar konur sem var verið að tístum voru úr einhverjum minnihlutahópum, voru til dæmis af öðrum kynþætti heldur en hvíta kynþættinu sem hérna kannski algengastur í Bretlandi, þá rauk þessi statistik upp úr hérna öllu valdi og ef þær voru búin að vera mjög duglegar að tjá sig án þess endilega að falla í einhverjar stereotypiska tölfræði það, ef þær tjáðu sig miklu meira og oftar heldur en aðrar konur breska þinginu, þá jós yfir það netníðið. Þessi eina kona fekk meira netníð greindu við þessum pílot heldur en allar aðra þingkonur á breska þinginu samanlagt. Þannig að við töldum þetta væri nú eitthvað sem væri rétt að skoða nánar. Þannig að við í þessu pílotprojekti þá notuðum við svona orðtíðni aðferð til þess að skoða tiltekinn orðalista sem innihélt svona neikvæð orð og hversu há tíðni af þessum orðum væri í tístum sem var tíst að þessari konu og öðrum konum á breska þinginu og við notum þjálfunargögn sem eru úr svokallaðri Kaggle Challenge sem eru 6.000 dæmi og svo náðum við í 5.000 flokkuð dæmi sjálf viðbót. En þetta true positive rate þetta þokkalega gott, það 64%, en true negative rate þetta 44%. Þannig þið sjáið að svona út frá gagna sjónarmiði þá þetta ekkert óbáslega áræðanlegt og ég skáletraði þarna upp í hægra horninu að vandamáli svolítið að okkur vantar eyddu tístinn, þannig að þegar búið var raunverulega að greina eitthvað væri að þá var það eitthvað sem var búið að eyða og við gátum ekki skoðað. Að lokum ætlaði svo að segja ykkur frá þessu sem reduce abuse, sem þá hið eiginlega verkefni sem við erum núna að smíða, sem verður svona crowdsourcing verkefni þar sem við ætlum að ná okkur í 1 til 3 milljónir tísta af Twitter 100 alþjóðlega þekktar konur úr fjölmiðlum, blaðakonur, þingkonur, úr skemmtanabransanum og hvað það og við ætlum að gera það fyrir alvöru. Við ætlum að gera það svolítið að sama eins og við gerum með Decoded Darfur. Við ætlum að ná í þessa milljónir tísta og svo ætlum við að fá 30.000 sjálfboðaliða sem við erum að vona að við fáum svipaða hlutfallin sem við fengum síðast og fara í gegnum þær. Við gerum ráð fyrir að meðaltali þá náum við 40 til 50 tístum per mann í einni lotu og ef við keyrum þetta á 2 lotum með 6 vikur þá ættum við geta náð í alveg frábærar niðurstöður. En að sjálfsögðu hugsa ég sem gagnamaður lögfræðingur sem þykist vera gagnamaður,
Þetta er alveg frábær þjálfunargögn. Þetta er alveg meiri háttar þjálfunargögn. Við getum loksins farið upp á næsta stig við að taka gögn sem að lúta þessu vandamáli sem netníð, sem kannski sérstaklega beinist í að konum og greina í hverju það fólkið, hvað það sem að ræður, við getum tekið þá meta viðkomandi einstaklinga, í hvaða löndum það tíst, þetta tengslum við einhver hashtag eða hvað það sem raunverulega eru undirliggjandi valdarnir sem við getum farið að adressa. Og talandi ekki að þetta áttur að vera okkur stórkostlegt vopn í þessari baráttu sem ég nefndi áðan svolítið ongoing við þau fyrirtæki sem reka þessa samfélagsmiðla sem vilja meina að þetta sé ekki jafn mikið vandamál eins og það er. Þannig að við erum að rétt sér að hlaupa yfir það, við erum aðalega að horfa á að nota opna NLP-a eða sem sagt svona Natural Language Processing reiknirit sem verður tilbúin frá Stanford, en við erum líka núna búin að vera að skoða bæði það sem að Google hefur upp að bjóða. Þeir eru búin að vera með sinn gamla NLP sem er mjög traustur og undirliggjandi undir þessum nýju flottu hlutum sem verður að gera í Google Translate og öðrum slíku þjónustum, og svo komin enn einn núna sem heitir Google Sling sem ég hveti ykkur til að kynna ykkur, sem alveg óbúslega frábær leið til þess að beita gervigreind á svona natural language umhverfi þar sem þú þarft ekki lengur að búa til pipeline með 10 mismunandi leiðum til að nudda gögniðin yfir þessu skilaði því sem þarf, heldur þetta að gera þetta in one go. Þannig að hugmyndin að þegar þetta búið, að við erum búin að búið til þetta algrím og það orðið þjálfað, þá setja keyra þetta þegar við viljum, við þær aðstæður sem við viljum. Við getum jafnvel búið til eitthvað sem heitir hitamælir á neti. Þú veist, hvernig er veðrið á netinu í dag? Er slæmt fyrir okkur í dag út af einhverjum hlutum að skoða netumræði? Er hún mjög illvíg? Hvar eru orsakirnar? Hvar getum við ráðist að þeim? Hvernig getum við sem borgarar tekið völdin í okkar hendur og haft eitthvað að segja það hvernig þjóðfélagsumræða á sér stað? Takk fyrir.